Jæja, vindum okkur beint í þetta. Þegar byrjað að læra ensku á þessu algjöra A1 grunnstígi sem við þekkjum öll, þá ein ákveðina regla sem algjörlega trónir á toppnum. Við erum að tala sjálfan grunninn af allri enskri tungu, sögnina að vera eða to be, og þessi litlu en ótrúlega mikilvægu hjálparorð am, is og are. Án þessa grunns byggjum við hreinlega ekki neitt upp í þessu tungumáli. Í þessari yfirferð ætlum við að rúlla í gegnum þetta skref fyrir skref og afhjúpa þessa málfræði. Við tökum röggfræðina á bakvið to be, 3 formsagnarinnar, einföldu formúluna, neitunarregluna, leikina skiptum plás og loks sjálfa grunnbeinagrindina. Fyrsti hluti, röggfræðin á bakvið to be. Við hljótum að spyrja okkur, hvers vegna þarf yfirleitt sérstakt hjálparorð? Margir sem byrja að læra nýtt mál klóra sér stundum í hausnum yfir því hvers vegna enska þurfi yfirleitt hjálparorð til að segja ofureinfalda hluti. Þessi munur á tungumálum nefnilega mjög áhugaverður. Vinstra megin sjáum við að í mörgum tungumálum heims algengast að skella bara sérstakri endingu aftan á orði sjálf til að tjá sig ákveði starf, staðsetningu eða jafnvel tilfinningu. En enska, hún gerir þetta allt öðruvísi. Hægra megin sjáum við nefnilega að það bætist engin ný ending aftan á orðið. Í staðinn krefst enska þess að algjörlega aðskilið hjálparorð sé sett nákvæmlega við hliðina á persónunni. Þetta aðskilda orð, þessi magnaða tenging milli aðila og ástands, einmitt þessi fræga to be sögn. Annar hluti, 3 formsagnarinnar. Þetta það sem hlutinni fara að verða spennandi. Málið nefnilega að það sem fleikir þetta oft fyrir byrjendum að grunnmyndin eða orðið be nánast aldrei notað nákvæmlega eins og það lítur út þegar verið að smíða almennar setningar. Þessi hjálparsögn tekur algjörum stakkaskiptum. Hún breytir bókstaflega lögun eftir aðstæðum. Orðið be breytist ýmist í am, í is eða það verður að are. Og hvað stjórnar því þá hvaða lögun orðið tekur? Sko, það fer algjörlega eftir því hvert verið að tala í hvert einasta skipti. Orðið eldir einfaldlega persónuna. Kortleggjum þetta nú alveg upp á hár. Það sem virkilega áhugavert hérna að þetta virkar eins og algjört svindlablað. Hér blasa við 3 skýra raðir sem sýna nákvæmlega hvaða fornafn kallar fram hvaða form á hjálparsögninni. Í fyrsta röðinni höfum við I, það parast alltaf við am. Í annar röð sjáum við he, she, it sem vísar til einnra manneski eða eins ákveðnis hlutar og það tengist algjörlega undantekningarlost við is. Og að lokum í þriðja röð höfum við you, we, they þar sem talað meira en eina personu eða þegar verið að ávarpa bind og þá hoppar are inn í spilið. Þetta bara ósveigjanlega kortlagning sem hættir að stóla 100% á. Sem leiður okkur að þriðja hluta. Einfalda stærðfræði formúlan. Tungumál getur nefnilega alveg lútið sömu lögmálum og röggfræðiþrautir. Við getum eiginlega lítið á þetta sem einfalda og skýra stærðfræðiformúlu skrifaða beint upp á krítatablu. Reglan fyrir venjulega jákvæða setningu nákvæmlega svona. Formúlan persóna plus am eða is eða are plus ástandið, starfið eða staðurinn. Gæti ekki við einfaldara, ekki satt? Þetta hreint og klárt úr röggfræðikerfi. Byrjaður á persónunni sem málið snýst síðan valin rétta hjálparsögnin úr kortleggingun okkar frá því áðan og að lokum bætist við hver viðkomandi hvar hann eða hvernig honum líður. Það hreinlega ekkert pláss fyrir mistök ef þessari skýru jöfnir fylgt. Fjórði hluti, neitunarreglan. Við skulum byggja ofan á þetta og sjá hvernig við snúum jöfnunni við til að segja ekki. Eftir að hafa notað þessa fínu stærðfræðiformúlu til að lýsa því hvernig hlutirnir þarf þetta stundum að geta neitað þeim. Og viti menn, það að búa til neitandi setningu í ensku á þessu stigi svo auðvelt að það eiginlega hlægilegt. Það þarf ekki að umturna neinu eða búa til nýtt flókið kerfi, nei. Orðinu not einfaldlega bætt inn í setninguna. Og hvar fer það nákvæmlega? Bara á einn ákveðin stað. Alveg strax á eftir hjálparorðinu, hvort sem það am, is eða are. Bætum bara þessari einu stærð inn í formúluna á þennan fyrirfram ákveðina stað og sjálfkrafa 1, 2 og 3, setningin orðina neitun. 5. hluti, leikurinn að skipta pláss. Nú færum við okkur yfir í hvernig við smíðum spurningar. Við erum búin með fullyrðingar og neitanir, þannig að nú komið að spurningunum. Að spyrja spurninga í þessu samhengi nefnilega bókstaflega eins og smá leikur þar sem stólar færðir til og skiptir pláss. Það krefst engra nýra orða sem frábært. Byggingaskrefin 2 hérna sína nákvæmlega hvernig þetta fer fram. Skref nummer 1 tökum hjálparorðið, am, is eða are. Skref nummer 2 færum það orð alveg fremst í setninguna og það allt og sumt. Með því að framkvæma þessa einu einföldu færslu og láta sagnorðið stökkva svona fram fyrir persónuna sjálfkrafa búin til spurning, algjörlega rökrétt. 7. hluti, grunnbeinagrindin.
Nú komið að því að taka allt saman og loka hringnum. Það hefur verið farið víðan völl á stuttum tíma hérna, rýnt í hjálparorð, formúlur og færslur. En svo við draugum þetta nú allt saman í eina mynd, þá lykilatriðið þetta. Þessi grunnbeinagrind, rökfræðin á bak við þessi hjálparorð sem við erum búin að vera að skoða, reynd stólpin sem heldur öllu uppi þegar við erum að tala þessi 3 ákveðnu hugtök hérna. Ástand, til dæmis að vera glaður, sjálfsmynd eða starf eins og að vera kennari og staðsetning eins og að vera heima. Ef hugmyndin að lýsa einu af þessa þrennu, þá það bara ófrávíkjanlega regla að þessi grunnbeinagrind sé notuð. En heyrðu, eins og með öll beitt og góð verkfæri, þá algjörlega mikilvægt að þekkja mörkin þeirra. Hvar notum við þetta svo ekki? Vinstra megin hefur ástand, sjálfsmynd og staðsetningu sem krefst eins og við vitum hjálparorðana am, is eða ar. En kíkjum nú aðeins yfir á hægri hliðina. Líkamlega athögn. Þarna verið að tala að hlaupa út í götu, að borða kvöldmat eða synda skriðsund. Enska notar nefnilega hreinlega aldrei þessa sami hjálparsagnar rökfræði þegar verið að lýsa líkamlegri athögn. Þarna líka algjörlega skýr mörk á milli þess að vera eitthvað og þess að gera eitthvað. Sem hlýtur eiginlega að skilja okkur eftir með þáliti knýjandi spurningu núna í lokin. Ef þetta magnaða tól, to be, svona frábært í að sjá ástand, sjálfsmynd og staðsetningu sem það augljóslega hvaða stærðfræðiformúlar í enskunni ætli séu þá notaðar til að opna dyrnar að líkamlegum athöfnum? Hvernig tölum við hlaupin og sundsprettina í þessari tungumálarökkfræði? Þetta vægast sagt spennandi pæling til að taka með sér og grúska í næst. Takk hérlega fyrir að fylgjast með þessari yfirferð og munum að halda alltaf áfram að stúdera tungumálið af fullri forvitni. Takk fyrir að horfa. Haltu áfram að læra með Slowingo.